Já, góðan daginn. Ingimar Ólafsson Voga heiti ég. Ég er doktorsnemi við menntavísindasvið og nýtleiðsagnar Atla Harðarssonar og Ólafs Páls Jónssonar og ég er einnig lektor við Listaháskóla Íslands. Góðan daginn, ég heiti Kristján Guttesen, ég er doktorsnemi við Háskólan í Birmingham og er þar undir leiðsögn Kristjáns Kristjánssonar og Tom Harrison og einnig er ég kennari við Menntaskólann í Reykjavík. Við ætlum að flétta hér saman verkefnunum okkar sem annars vegar snerta skapandi vinnu í myndlistatímum og hins vegar skapandi vinnu með nefndum í ljóðagerð. Það heitir mennkostamenntun ferðalaga til farsældar. Margt hefur verið sagt farsældina sem markmið menntunar í gegnum tíðina. Á meðan margir fallast á slík markmið af heilum hug, þá er ljóst að leiðirnar markinu eru margar. Það má nefna alls kyns kennsluaðferðir, ýmsar áherslur og jafnvel hlutverk kennara sem fyrirmyndir. Það sem virðist þó vega þyngst eru tengsl tilfinninga og vitsmuna þegar siðferðileg menntun er annars vegar. Aristóteles áleitað siðferðisþroski væri fólginn í möguleikum okkar á að ígrunda siðferðileg málefni og viðfangsefni og leyfa þeim að flæða jafnt eftir hraðbrautum geðshræringana og fjallvegum vitsmunana þar sem rökleg ígrundun orð og æði vegur þungt. En farsældir í rauninni galopið menntunarlegt markmið og hvern dreymir ekki að horfa yfir æviskeiðið og geta sagst hafa verið farsæl manneskja. En slík markmið eru fjarlæg og leiðirnar kunnarinnar torsóttar og þrátt fyrir það hafa kennarar ýmsa möguleika til að leggja lóð á vogarskálarnar sem bæði varða vitsmuni og geðshræringar. Og hér eru við sérstaklega að vísa til bókmennta og lista. Í staði fyrir að öðlast reynslu með beinum hætti í raunverulegum aðstæðum þá bjóða listirnar upp á tiltölulega örugt leiksvæði fyrir æfingar í siðferðilegri ígrundun og hegðun. Í gegnum listir er unnt að sviðsetja aðstæður sem líkja eftir tilfinningalegum slagkrafti raunveruleikans í gegnum eftirlíkingu og skapandi framsetningu og listaverk bjóða þannig áhorfendum og lesendum að máta skó annara og sá þannig fræjum samkenndar og jafnvel vekja aðdáun á sálarþreki þeirra sem birtast í listaverkum. Samspil ímyndaðra aðstæðna og raunveruleikans skapa heildræna reynslu. Samfellu fagurferðilegra reynslu og náttúrulegra hugsanaferla sem að mati Dewey eru kjarni menntunar. Listaverk tjá hugsanir sem sýna hvernig tilfinningar og geðshræringar koma og fara og falla þannig að okkar innra lífi og sjálfsmynd. Ýmsar hliðar af innra lífi okkar eru okkur lítt kunnar vegna þess að þær eru nafnlausar og það er erfitt að móta hugsun að því sem er nafnlaust því það hefur engin handföng fyrir hugsunina. Þetta hefur fengið ýmsa til að álíta að sem svo að tilfinningar séu formlausar og án sjálfstæðrar formgerðar. Listaverk á hinn bóginn geta gert ósýnilega tilfinningar sýnilegar og gert óljós tengsl áþreifanleg. Í raun má segja að listaverk geti verið raunbirting á okkar innra lífs. Þegar við leiðum hugan að siðferðilegum áhrifum listaverka þá skoðum við þau yfirleitt með hliðsjón af athöfnum okkar og hugsunum. Í skólastarfi er mögulegt að gera þetta í samræðum listaverk og ekki síst með skapandi athöfnum þar sem hægt er að sjá fyrir sér áskoranir bæði hér og nú eða í framtíðinni í gegnum málverk, teikningar, skúlptúra eða ljóðagerð og fyrir vikið ræktað vitræna og tilfinningalega eiginleika til að takast á við verkefni framtíðarinnar. Miðbik síðustu aldar benti skóski heimspekingurinn John McMurray á þörfina fyrir að mennta tilfinningar rétt. En McMurray segir meðal annars að slík menntun ætti að felast í yfirvegaðri viðleitni til að kenna börnum að finna til af eigin hvötum í sama skilningi og vitsmunaleg menntun þeirra ætti að vera viðleitni til að kenna þeim að hugsa sjálfstætt. McMurray hamrar á að öll sönn menntun sé menntun í að lifa og enda þótt menntun vitsmuna skipti vissulega máli bendir hann á að ef við hunsum menntun tilfinninga verði afleiðingin samfélag sem safnar völdum og með völdum auðnum til hins góða lífs en hefur engan samsvarandi þroskaðan hæfileika til að lifa hinu góða lífi sem það hefur safnað auðnum til. Mannkostamenntun er svar við slíkri kröfu en bent hefur verið á að slík umræða og orðaforði hafi á undanförnum áratugum farið þverrandi. Í doktorsverkefni mínu er ljóðlist kennd sem ritlist samkvæmt þeirri hugmynd að til að læra að lesa verður maður að skrifa og til að læra að skrifa verður maður að lesa.
Markmiðið er að kenna lestur ljóða í gegnum sköpun. En hún einskorðast þó ekki við ljóðagerð. Hér er líka átt við skapandi hugsun, skapandi tjáningu og túlkun. Tilgangurinn með ólíkum nálgunum á sköpun er að skapa rými fyrir nemendur til að tjá tilfinningar sínar og markmiðið með slíkri kennslu er að efla siðvit nemenda, en það er sú þekking sem Aristóteles kallaði phronesis og Ingimar vék að áðan í umræðinu farsæld. Mitt rannsóknarverkefni byggist á vinnu með nemendum í unglingaskóla og ég ætla að sýna ykkur hérna nokkur verk sem að urðu til á því tímabili. Þeim er að ræða 2 mánaða langt tímabil í myndmenntatímum. Þátttakendur voru 75, 13 ára unglingar í 8 hópum og nautu leiðsagnar 3 kennara auk mín. Þeim var uppálagt að íhuga dygðina hugrekki og tengja hana við eigin reynslu, atburði eða athafnir sem kröfðust þess að þau sýndu hugrekki. Ég greindi verkið með þemagreiningu og dró út 3 meginþemur sem virðast sýna hugtakalegan og tilfinningalegan skilning þeirra á fyrirbærinu hugrekki. Það má sjá þessi 3 þemu og það eru 4 undir þemu til staðar í fyrsta þemanu. Það er farið út fyrir þægindaramman sem að innihélt svona spennandi og stundum óttaveikjandi frístundaiðkun, persónulegar og tilfinningalegar áskoranir sem að gætu leitt til aukinnar hæfni, eitthvað sem að varða bjartari framtíð, það að taka nauðsynleg skref til að halda áfram eða synda múti straumnum, svona líkt og Davíð lagði Golíat. Annað þema tengist því að nota þessi líkamlega tækni og yfirburði og hins vegar að koma öðrum til bjargar. Kíkjum á nokkur dæmi. Hér getur að líta listaverk sem sýna frístundaiðkun sem alla jafna þætti varla hættuleg, í sjálfri sér sérstaklega ekki ef alls öryggis er gætt. Í mörgum tilvikum voru athafnirnar sýndar úr þægilegri fjarlægð, ekki ólíkt óskhyggju eða draumum og afhjúpa þannig að þann ótta sem viðkomandi þarf að yfirvinna. Klettaklifur við sólarlag, stokkið í sjóinn af háum kletti eða svifiðum í loftbelg, skíða niður bratta brekku eða horft niður af Empire State byggingunni. Sum listaverk sýndu hins var aðeins meiri tilfinningar. Það voru meira að gerast í svona sálarlífinu. Hér má til dæmis sjá skelfingulostin fallhlífastökkvara í lausulofti og sælubros á andliti eftir að hafa komist klakklaust niður vatnsrennibraut. Sumar athafnir virðast stækka þægindaramman á annan hátt. Það að vera ein á stóru leiksviði eða syngja með vinum í söngvakeppni, halda ræðu fyrir framan stóran áheyrendahóp, afhjúpa veikleika eða falin ör eða bara vera þú sjálfur. Í öðrum verkum settu nemendur óttaði kvíði forgrunn og tjáðu þessar kenndir með líkingamáli. Nemendur myndmálverk hér sýni ballettdansara horfa feimnislega fram yfir leiktjaldið yfir stóran sal sem virðist vera metafóra fyrir óvissuna eða hið óþekkta. Í öðru verki stendur agnarsmár mannvera á dyraþrepi risavaxinnar grárar steindauðrar skólabyggingar. Hérna birtist kannski óttin og kvíðin fyrir því að ganga inn og minnir það á það hversu smáir nemendur upplefa sig andspæni stofnunum og kerfum. Eitt málverk beindi sjónu sínum að innri og duldum ótta á sínu stúlku sem hefur opnað fataskápinn, hvar græneitt skrýmsli felur sig í myrkrinu. Stúlkan sýnir styrk og ákveðni í því að horfast í augu við skrýmslið, draga það út og láta dagspurtuna leysa það upp eða uns það steinrennur. Þriðja undir þeim að fóli sér hugmyndir nemenda nauðsyn hugrekkis til að ná völdum í eigin lífi og tökum sem dæmi þennan gullfisk sem stekkur úr skálinni sinni út gluggan og út í sjó. Þar býður svangur mágur eins kaldhæðnislegt og það er sinnar næstu máltíðar. Það er svipað upp á teningnum hjá hinum gullfiskinum nema hvað hann færi sig á milli búra, hann tekur stökki út í frelsið og fagnar sjálfstæðinu. Og þegar henni smáu og vanmáttugu knésetja hennar stóru og sterku, hugmyndir af þessum toga virðast benda til værukjarðar hennar stóru og fyrir vikið vanmeta þeirra andstæðingin. Agnarsmár broddgöltur reisir broddana til varnar ískíkilugum bjarnarklóm og hver kannast þú ekki við Tom og Jenna og hinn eilífa leik músarinnar að kettinum. Hugrekki birtist einnig sem nauðsynleg dygð til að geta tekið þátt í íþróttum, gjarnan keppnisíþróttum, en einnig virðist bera á framistöðu kvíða. Hér hefur vítaspyrnan breyst í einvígi milli markvarðar og sóknarmanns á meðan önnur mynd sýnir spennun í áhorfendahópnum bíða liðin átekta eftir vítinu.
Hér virðist hópþrýstingur skipta miklu máli og mikil ábyrgð sett á herðar leikmönnum. Svipaður frammistöðukvíði virðist vera til staðar í þessari mynd þar sem fimleikastúlkan virðist vera búin að sjá hreyfinguna fyrir sér alla leið, ég geri mitt besta. En hvað með að hlaupa eftir hlaupabrautinu undir dynjandi lófatæki? Og svo virðist, sem frammistöðukvíðin virðist vera sami í hinum ýmsu íþróttagreinum, það er munur á því að takast á maður og mann eða þegar að ræða gæði og fegurð frammistöðunar og jafnvel þótt fimleikar tellist til keppnisgreina þá eiga þeir ýmislegt sameiginlegt með dansi þar sem gæðin skipta mestu máli. Dæmi af þessu tagi eru málverk sem sýna listdansar á skautum í beinni sjónvarpsútsendingu, keppnismennesku í dýfingum, augnablikum fyrir stökkið og myndaröð sem sýnir fimleikastökk ramma fyrir ramma, spor fyrir spor, sveiflu fyrir sveiflu, eins konar andlegan undirbúning fyrir hið fullkomna stökk hafandi aðeins eitt tækifæri. Þriðja þemað hér byggist á því að bjarga öðrum eða vernda þau og hér virðist velferð annarra að vera í fyrirrúmi. Málverk sem sýna björgun í sjávarháska eða köfun til að bjarga sökkvandi manneskju. Í dóttorsverkefni mínu leitast ég við að þróa og leggja mat á leiðir til að stunda mannkostamenntun í gegnum ljóðlist. Verkefnið tekur mið af öðrum verkefnum sem byggja á siðferðilegri kennslu í gegnum bókmenntir. The Jubilee Center for Character and Virtues við Birmingham Háskóla var fyrir nokkrum árum keyrt verkefni sem kallaðist The Knightly Virtues Project. Það gekk út á að efla siðferðisþroska nemenda í gegnum lestur og samræðu riddarasögurnar. Þar voru riddarasögurnar notaðar til að efla skilning nemenda á dygðunum hugrekki, réttlæti, miskunn, örlæti, trúnaðartraust, göfulindi og von. Nýverið vann rannsóknarhópur við menntavísindasvið Háskóla Íslands verkefni sem miðaði að því að þýða og staðfæra Knightly Virtues verkefnið fyrir íslenska skólaumhverfið og var þar unnið með lagstælasögu. Ofannefnd verkefni hafa ýmsa kosti en færum á rök fyrir því að ljóðlist sé engu að síður heppilegum miðill fyrir mannkostamenntun í því skólaumhverfi sem við lifum í núna. Þar má nefna sem rök fyrir því fjölbreytni. Ef unnið er með stutt ljóð þá er heppilegt að sníða efnið að 40 mínútna kennslustundum og ef til vil er hægt að lesa eða yrkja fleiri en eitt ljóð innan sömu kennslustundar. Í öðru lagi aðgengi. Ljóð krefjast þess almennt ekki að það þurfi að lesa og krefja þau fyrirfram. Hægt er að vinna með ljóð sem nemendur hafa jafnvel aldrei séð áður. Það á einnig við sköpunarþáttinn sem ég vík orðum að næst. Í þriðja lagi sköpun. Ljóðagerð hentar vel skapandi vinnu. Auðvelt er að tengja hana við veruleika og menningu nemenda og í fjórða lagi efling siðferðilegrar næmni. Ljóð geta vakið siðferðilega mikilvægar tilfinningar hjá þeim sem les þau og skrifar og slík ljóð veita okkur tækifæri til að ræða þessar tilfinningar og máta upplifun okkar af þeim við upplifun annara. Í bók sinni Character Education Through Stories lýsa þeir David Carr og Tom Harrison tilgangi menntunar sem tvíþættum, annars vegar að efla með börnum grunnfærni eins og læsi og getu í tilteknum námsgreinum, aðalega sem undirbúning og áframhaldandi menntun. Þeir segja þetta vera hið þrönga samhengi menntunar. En til einföldunar mætti lýsa því sem tæknilegt fræðslu og þjálfunarmarkmið. Hins vegar að efla mannkosti einstaklingsins og gera honum kleift að lifa dygðugu líferni á siðferðilegum grunni. Hér er átt við eflingu siðferðilegrar færni sem þeir Carr og Harrison telja til hins víða samhengi menntunar. Það er færni til að lifa dygðugu lífi sem með réttum að kalla meginmarkmið menntunar. Og svo til að slá botnin í erindi okkar þá sýni ég svona mína nálgun í gegnum svona ritlistaræfingar, bæði sköpun, ljóðagerð og lestur sem að hjá mér ganga þá út á að fletta saman við tilfinningar, við dygði og við lesti og þá bið ég nemendur að semja ljóð til dæmis þar sem þau eiga að herma eftir uppsetningu og formi ljóð sem að til og þau kannski þekkja og við getum rætt og þau fá þá einhverja
einhver skilir eða einhverja skorður að þau eiga að nota tiltekin hugtök. Markmiðið með þessu, með svona æfingum, þá er ég annars vegar að efla sköpunar þáttinn hjá nemendum en einnig að sýna þeim fram á hvers þau eru megnug. Það er hægt með markvissum svona leiðbeiningum og tilsögn að læra að tjá sig, tjá skoðanir sínar og hugsanir sínar og oft kemur eitthvað mjög óvænt upp úr krafsinu. Og þá getur svona einföld æfing bara eins og þegar þau eru beðin að nota, bara semja eitthvað frjálsform og nota orð eins og tré, stígur, dreki og stolt, að það koma eins margar mismunandi útgáfur og eru nemendur í hópnum og þetta líka styrkir hópinn og svona býr til svona traust þegar þau uppgöta sjálf sig og þau uppgöta aðra. Tala í raun og veru upplifun sína af tilfinningum. Svo fer ég líka út í æfingar sem eru meira en bara ljóð, það getur verið þýðingar, það getur verið samtöl, leikrit, það getur verið bréf eða póstkort og svo líka bara tiltekna tilfinningar sem getur verið ástina eða hatur. Og það er alltaf líka mikilvægt að reyna að skilja það sem aðrir segja, skilja það sem aðrir hafa skrifað eða sem aðrir hafa sagt og það hefur reynst bara mjög vel og einlega framúrskarandi hjá mér að tengja líka saman við til dæmis sköpun í öðrum greinum. Þannig að þetta hér verkefni er eitt af því allra vinsælasta hjá mér. Þegar nemendur eru beðin að teikna ljóð eftir Þorstein frá Hamri. Og já, ég bara held að ég láti boðskap hans vera svona okkar svona síðasta orð. Já, þá bara þökkum við fyrir okkur. Takk.